Jæja, kæru félagar, þá erum við komin aftur og það er gaman. Við vildum bara gefa ykkur smá rými til þess að fá ykkur kaffi og undirbúa ykkur andlega fyrir þennan mikilvæga og góða aðalfund. Hún er búin að taka nokkra jógastellingar og anda vel í kviðin og það er alveg þörf á því og það er alltaf gott fyrir allt sem við tökum okkur fyrir hendur. Nú ætlum við að halda áfram. Mér skilst að hljóði hafi ekki verið alveg inni áðan, þannig að ég ætla að fara í örstuttu máli yfir það sem ég var búin að segja. Það eru margar breytingar búin að ríða yfir hjá okkur í borgarstjórnarflokknum síðastliðið ár. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir þurfti því miður að hætta vegna veikinda og það vekur auðvitað spurningar aðstæður kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum landsins og tengist úttektum sem hafa verið gerðar vegna þess að sveitarstjórnarfulltrúar eru fulltrúar sem að endast ekki lengi starfi og það er full ástæða til þess að meta hvað er hægt að ráðast í til þess að bæta aðstæður vegna þess að þetta er auðvitað lýðræðislega hættulegt í sjálfu sér. En það sem hefur þó gerst í kjölfarið sem er auðvitað jákvætt og ber að fagna er að Alexandra Briem hefur tekið við sem borgarfulltrúi Pírata. Borgarstjórnarflokkurinn hefur auðvitað breyst. Við höfum fengið Rannveigu Ernudóttur inn sem varaborgarfulltrúa og Valgerði Árnadóttur einnig. Þannig að það er auðvitað margt sem er jákvætt og Alexandra Briem hefur tekið við sem forseti borgarstjórnar og við erum auðvitað mjög stoltar af því og það er auðvitað tímamóta mál og eitthvað sem ber virkilega að fagna. En við ætlum að fara í örstuttu máli yfir það sem hefur verið gert á kjörtímabilinu en draga fram svona nokkur af þeim helstu hlutum sem hefur verið gert síðastliðið ár. Þetta eru auðvitað líka aðalfundurinn okkar fyrir kosningar. Það eru kosningar, borgarstjórnarkosningar eftir áramót í vor. Þannig að við vildum sýna ykkur í örstuttu máli hvað hefur verið gert og draga fram nokkur af svona aðalpunktunum. Þannig að við byrjum á því. Hvernig lítur það út þegar Píratar hafa völdin? Við höfum gert ýmislegt varðar lýðræði. Ný íbúaráð með valdeflingu íbúa, grasrótarfulltrúum úr hverfunum og hér er tillaga að breytingum á íbúaráðum sem eru í umsagnarferli. Við erum búin að vera í tilraunaverkefni síðan 2019 og erum að ljúka því og meta hvernig við eigum að halda áfram með þetta verkefni. Þetta er mjög flott verkefni að búa að valdefla íbúa í hverfunum og tengja grasrótina betur inn. Við höfum verið með slembuvaldafulltrúa og gert ýmislegt, opna fundina og svo framvegis og erum stolt af þessu. Takk ég gjarnan þátt í því að hafa áhrif á þetta með því að veita ykkar umsögn hér á vefnum. Svo þetta eru mörgunur atriði, lýðræðisstefnanir í umsögnarferli og þar eru margar nýjungar. Hérna finnið þið lýðræðisstefnuna, finnið hann endilega á vefnum og komið með umsagnir. Hún lítur svona út, hún er mjög falleg. Meginmarkmiðin eru 4 og þau endurspegla hringrás lýðræðislegra markmiða að hlusta, rýna, breyta og miðla. Þar eru líka undir markmið og fullt af flottum aðgerðum og hér eru nokkra aðgerðir lýðræðis áttaviti til Reykjavíkurborgar til þess að íbúar viti hvernig þeir eigi að hafa áhrif. Borgaraþing, það hefur verið kallað mikið eftir þessu umsagnarferlum, samráðsfundum og svo víðara af því að fólk vill hafa eiga samtali við kjörna fulltrúa. Íbúakviðdómur er ótrúlega spennandi nýtt verkefni þannig að íbúar geti bara á hlutlausan hátt tekið afstöðu til erfiðra mála, lýðræði á vinnustöðum borgarna, það skiptir gríðarlegu máli og þessu fylgjum við eftir með mælanlegum markmiðum og þau eru 22 talsins. Já, svo erum við með ótrúlega mikið af öflugum málefnum í skipulagsmálaflokknum. Til dæmis þá erum við með hámarkshraða áætlun. Það er eitt af verkefnunum sem Sigurborg einmitt lagði mikla áherslu á og það snýst það að á borgargötum verði hámarkshraðinn 50 km á klukkustund, 30 km í húsagötum og 40 km á klukkustund í öðrum safngötum. En þetta er rosalega mikilvægt upp á að fækka slysum og kannski sérstaklega draga úr alvarleika slysa. En svo tengist þetta líka svifrykinu vegna þess að á eftir nagladekkjanotkun þá er hraðinn það stærsta breytan sem útskýrir magn svifryks. Þetta skiptir í sjálfu sér rosalega miklu máli. En það kannski rétt líka að komi fram að þetta er það sem við getum gert í borginni. Þannig er ekki yfir þær götur sem eru á vegum vegagerðarinnar eða Faxaflóahafna. En svo erum við, eins og sjáum á, þá erum við með alls konar þróun í þessum málum. Svo erum við líka með mjög metnaðarfulla hjólreiðaáætlun sem var unnin í bara frekar öflugri sátt. Það eru mælanleg markmið eins og að hjólastígarnir verði 50 km á lengd fyrir 2025 og 100 km fyrir 2030
og svo líka bara eins og aðgengi að þeim aukist og að 90% íbúa í borginni verði búið innan við 150 metra frá hjólastíg árið 2030 og svo með við 31% árið 2020. En það eru líka bara mjög mælanleg markmið sem að skipta máli þarna, eins og bara hlutfallslegan fjölda ferða. 10% allra ferða í borginni verði á hjóli með við 7% í dag. Það verði settir upp hjólabrautir til æfinga, aðstæða á vetrum verði bætt og svo náttúrulega bara verið að tengja líka saman borgarhluta sem hafa verið út undan, eins og Grafarvogur, Breiðholt og svo bara tengingar milli Austurborgar og Vesturborgar. Stafræn umbreyting og nútímavæðing þjónustu, þetta málaflokkur sem við leiðum á vettvangi mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Og hér hefur margt verið gert, vil ég draga fram örfá atriði. Það búið að þrefalda fjármagn í stafræna umbreytingu og innleiðingu þjónustu með 10 milljörðum á 3 árum og þetta hluti af græna planinu sem viðspyrnu áætlun borgarinnar vegna COVID-19. Og við ætlum að taka þjónustu borgarinnar og breyta henni á forsendum íbúa fyrst og fremst í stað þarfa og stundum þvermóðsku kerfisins. Og þetta snýst notendamiðaða þjónustu og við erum að fylgja eftir verkefni frá síðasta kjörtímabili þegar þjónustustefnan var mótuð undir stjórn Pírata. Svo erum við svo heppin að hafa Reykjavíkurborg, eða ekki heppin, við höfum unnið fyrir því að Reykjavíkurborg fekk mjög alþjóðlega viðurkenningu og veglegan fjárhagsstuðning frá Bloomberg Philanthropies. Og þetta þýðir í rauninni að við erum meðal þeirra fremstu í Evrópu. Við fengum $2,2 milljóna eða tæplega 300 milljón króna styrk. En við munum líka fá tæknilega aðstoð, fræðslu fyrir okkar fólk frá helstu sérfræðingum í heiminum þegar kemur að stafrænni umbreytingu. Þetta snýst að minnka mengun, minnka sóun og minnka vesen. Og við vorum valin úr stórum hópi fjölda aðila og það eru 6 borgir í heiminum sem að fá þetta tækifæri. Þar af einungis 2 borgir í Evrópu. Við höfum líka staðið að grettistaki í málefnum transfólks og jafnrétti allra kynja og kynvitunda og hér eru þetta margt sem að bera nefna en við ætlum að draga fram örfá atriði. Eitt af því sem við höfum gert að tryggja frá með þessu hausti ókeypis tíðavörur í grunnskóla og það byrjað sem tillaga frá Reykjavíkurráði ungmenna sem við gripum á lofti. Þetta rosalega mikilvægt til þess að tryggja heilbrigði og jafnrétti kynjana og ekki bara tveggja kynja, heldur allra kynja. Og já, þetta bara glæslegt mál sem ógeðslega gaman að sjá loksins verða veruleika. Svo það ókyngreindu salernin í stjórnsýsluhúsunum og endalausa baráttan við reglugerðirnar. Þetta snýst það að við viljum nota Reykjavíkurborg sem tól og tæki til þess að breyta reglugerðum í takt við lög kynrænt sjálfræði svo að reglugerðarna hangi ekki eftir og að reglugerð frá 1995 sé ekki ákveða árið 2021 hvað við megum gera. Vegna þess að við á Reykjavíkurborg viljum hafa ókyngreit salerni, við viljum auka aðgengi allra kynja að stjórnsýslu borgarinnar og þess vegna erum við að beita okkur fyrir því að reglugerðina er einfaldlega uppfærð þannig að öll fyrirtæki á landinu geti tekið þessa afstöðu. Svo erum við einnig að vinna mikið að aðgengi að klefum, aðgengi að öllum svæðum og rýmum fyrir öll kyn og meðal annars með leiðbeiningum starfsfólks í klefum, sundstöðum og fleiri klefum og höfum við unnið að því til þess að tryggja það að transfólk og intersex fólk og hafi það aðgengi sem að þau hafa rétt til samkvæmt lögum. Þetta eitthvað sem við höfum barist mikið fyrir og við höfum í rauninni stuðlað ákveðinni vitundavakningu þessum málum á vettvangi borgarinnar. Svo eru það dýramálin og dýraþjónustan og það var eitt af okkar svona hitamálum í rauninni fyrir kosningar. Það er stofnun nýrrar dýraþjónustu í Reykjavíkurborg sem verður með starfsstöð í fjölskyldu húsdýragarðinum en heyrir undir íþrótta- og tómstundasvið. Þetta þýðir að hundaeftirlitið verður lagt niður og málefni katta verða flutt frá meindireftirlitinu sem var bara mjög fáránlegu staður fyrir þau málefni til að vera. Það er aukin fræðsla og kynningarstarf dýrahald í þéttbýli og það er verið að endurskoða samþykkt dýrahald og koma skráningum þeirra á rafrænt form og svo verður gjaldskráin fyrir hundahald lækkað mjög mikið sem er held ég mjög mikið framfara skref. En það snýst líka það að gjaldið sem þú greiðir fyrir hundinn inniheldur líka tryggingu fyrir dýrið sem væri dýrari ef þú myndir kaupa það sérstaklega annar staðar. En þetta er stórt framfara skref fyrir dýraeigendur og á vel heima í húsdýragarðinum þar sem þekkingin er til staðar.
Svo margt annað sem við höfum gert sem við höfum kannski ekki tíma til þess að fara í sauman á. Málefni innflytjenda og fólk sem talar ekki íslensku, aðgengja upplýsingum. Málefni fatlaðs fólks, við erum varðhundar algildra hönnunar ávallt. Við erum að stuðla því að auðlesinn texti verði normi á vefsíðu með nýja hönnunarkerfinu og að samráð sé ávallt í hávegum haft. Við erum búin að gera mjög mikið í skóla- og velferðarmálum, sumt að þið tengist náttúrulega stafrænu umbreytingunni sem Dóra fór yfir hérna áðan, en ég vildi líka nefna að við erum búin að leggja mikla áherslu á fjölgun leikskólaplássa og það var verið að stækka planið brúum bilið úr 750 plássum í rúmlega 1000 pláss fyrir 2023 og svo erum við svolítið að keyra það enn öflugar í gang með 300 leikskólaplássum í tímabundnu húsnæði sem koma upp núna í haust til þess að mæta bráðavandanum. Við erum búin að taka algjörlega í gegn þjónustu borgarinnar fyrir börn við sérþarfir í skólunum og þetta í rauninni það byggist á betri borg fyrir börn í Breiðholti og táknar við straumhvörf þar, svo erum við með náttúrulega nýja ramma fyrir fjárhag grunnskólana í vinnslu sem að mun líka koma inn með vissar breytingar. En svona Píratamálið er kannski sterkast stafrænuvæðingin og spjaldtölvur fyrir unglingadeildarnemendur. Uppbygging og húsnæðismál. Þar höfum við gert mikið. Það hefur verið óbúðslega mikið byggt undanfarin 3 ár með uppbyggingu húsnæði fyrir stúdenta, tryggt að 25% fara alltaf í hagkvæmt húsnæði sem sagt til óhagnaðardrifinna eða mismunandi aðila sem ekki eru hagnaðardrifni. Og það hefur aldrei verið meiri húsnæðisuppbygging í borginni en á síðustu 3 ár. Gagnsæi og gagnamálin, gagnsæi á Reykjavíkur með vélagðislegum gögnum, betri leitavél og betra yfirliti og svo framvegis, það er svo margt og við höfum ekki tíma til að fara yfir það, en endilega kynnið ykkur þetta. Nýsköpun út af við, ýmislegt verið gert þar. Grænan viðskiptahraðar. Skaðaminnkun, það er okkar hjartansmál. Við höfum komið á laggirnar einu af okkar kosningaáherslum sem var nýtt heimili fyrir konur með geð- og vímuefnavanda og sérfræðingar tala margir hverjir að þetta sé bara besta úrræði borgarinnar hvað skaðaminnkun varðar. Við erum rosalega stoltar af því. Já, við erum búin að margfalda housing first og það er loksins útlit fyrir það að við séum að fara að koma niður einhverjum af þeim húsnæðum þrátt fyrir að það hafi verið pínu erfitt. Borgararéttindi hafa styrkt og eftirlit hefur verið bætt. Sum sé, það sem við erum í rauninni að reyna að miðla til ykkar kæru Píratar, góðu félagar, er að Píratar við völd þýðir fullt af Píratamálum til framkvæmda og við megum vera stolt af þessu og við þurfum að vera meðvituð þetta vegna þess að áróðurinn gegn Reykjavíkurborg er ofta ansi harður. Og það er nóg að yfirferðir góð Píratamál í borginni því nú nálgast einmitt alþingiskosningar og þá er oft talað Reykjavíkurmódelið sem góður kostur og það er það því að við skilum árangri í sameiningu og þess vegna viljum við aðeins nefna ákveðin svör við gagnrýni. Munum að Sjálfstæðisflokkurinn hatar að stjórna ekki Reykjavík og það þýðir endalausar herferðir og áróður gegn Reykjavík og þær standast oftast ekki skoðun og þess vegna viljum við benda á örfadæmi gagnrýni sem hægt er að svara. Það er bara víst fyrir að skipuleggja lóðir. Já, það er bara aldrei búið að skipuleggja meira af lóðum. Í Vogabyggð og í Ártúnshöfða eru fleiri lóðir heldur en í Grafarvogi, það eru minna svæði. Það eru 21.500 húsnæði á uppbyggingaráætlun, aldrei meira heldur en 2020 fyrir utan 2018 sem var mesta uppbyggingarár í sögu borgarinnar. Fjölgun í Reykjavík er bara töluvert mikil og það er rugl að það sé íbúa fækkun í borginni. Og í rauninni við erum yfir meðaltali í íbúa fjölgun við höfðatölu og hvað er það? Já, það er nefnilega oft talað eins og allir séu að flýja Reykjavík og það er bara ekki rétt. Það er ekki bara langflestir nýr íbúar í Reykjavík og öllum sveitarfélögum ári hverju. Heldur líka hlutfallslega meiri fjölgun í Reykjavík en í meiri hluta sveitarfélaga og ef þú skoðar bara greiningar á þessu þá er það alveg ljóst að það er vinsælt að búa í Reykjavík og skýrsla sem að Arkur vann sem að greinir fasteignamarkaðinn og búsetuóskir fyrir Reykjavíkborg sýnir að íbúar óska eftir fleiri herbergjum, ekki fleiri fermetrum og fleiri vilja nú búa í Reykjavík
næst þeir flytja inn í síðustu könnun. Fleiri myndu kjósa að búa nær miðbæinum en búa þar sem jú þéttasta svæði landsins. Þannig að það ekki rétt að það sé verið að flýja Reykjavík. Það þvert á móti mjög vinsælt að búa í Reykjavík og verður bara vinsælla. Þetta önnur mýta. Svo halda þið fram að það sé ógeðslega dýrt að byggja þétt sem kjaftæði. Það rauninni bara ódýrara en allt sem annað sem við gætum verið að gera. Það röflað að það þurfa að dreifa byggðinni, það þurfa að byggja óbyggt land frekar en að þétta byggð, en staðreyndin að sérfræðingar sammælast að það í rauninni akkúrat öfugt. Það hagkvæmara að byggja þétt, þá nýtast innviðir betur, þá nýtast götur, lagnir, skólar, almenningssamgöngur, allt sem þú byggir nýtist miklu betur. Og það í rauninni einu sem að græða á því að þessi byggt dreifðara eru uppbyggingaraðilarnir eða verktakarnir sem byggja sjálf húsin, en það verður miklu dýrara fyrir samfélagið bæði í akstri, mengun og innviðum að byggja dreifðara. Rekstrar- og viðhaldskostnaður verður meiri með dreifðri byggð. Íbúaverð verður að skoða í samhengi við samgöngukostnað vegna þess að við viljum auðvitað að fólk geti sleppt í að eiga bíl eða getur eða það haft bara einn bíl á heimili. Mörg eru með fullt af bílum á heimilum og við viljum auðvitað koma í veg fyrir þá þörf. Þannig að en svo eru auðvitað kostnaður þegar kemur að náttúrunni, umhverfinu og loftslaginu, svo Alexander nefndi, og það dýrkeypt að brjóta berg og þurfa að flytja vörur og fólk langar leiðir. Það alltaf talað rafbílavæðinguna, hún góðra gjalda verð og mikilvæg, en jafnvel þegar hún fari fram úr björtustu vonum, þá mun hún ekki duga þegar kemur að því að ná Parísarsáttmálanum. Og svo kemur fólk alltaf með þennan punkt sem eitthvað að þvinga fólk úr bílunum sínum. Sem alltaf bara bölvað rugl. Það mýta. Við erum í rauninni að reyna að skapa valfrelsi núna vegna þess að nærilagi að segja að fólk hafi verið þvingað í bíla áratugum saman. Og samkvæmt nýlegri könnun kemur fram að tæp 60% vilja nýta aðra ferðamáta en einkabíl og 41% bílstjóra myndu helst vilja nýta aðra ferðamáta. Þannig að við erum að reyna að skapa valfrelsi, það ekki verið að þvinga neitt til eins, við erum þvert á móti að reyna að vinna gegn þeirri þróun að fólk hafi verið þvingað í bíla. Öll uppbygging síðustu 40 ára hefur gengið út á það að fólk þurfa að nota bíl og komist ekkert upp með að vera á strætó eða gangandi. Það bara kjaftaði. Og síðasti punkturinn sem við viljum nefna að mörgum sem við hefum getað farið yfir eru fjármál borgarinnar. Það alltaf verið að tala að þau séu í hassi. Er það rétt? Nei, það ekki rétt. Ef við ætlum að ræða fjármál borgarinnar, þá tölum við gjarnan A-hlutan, það skiptir mestu máli, það rekstur borgarinnar. Og ef við skoðum fjármál borgarinnar fyrir COVID, þá það lægsta skuldahlutfall sveitarfélaga á höfuðborgarsvæði, það í Reykjavík. Hæstu eignir per íbúa og lægsta skuldahlutfallir og svo framvegis. Þannig að við erum líka með metnaðarfyllstu velferðarþjónustuna, 10 sinnum fleiri félagslegar íbúðir en í Garðabæ per höfðatölu. Mestu uppbyggingu óhagnaðardrifins leiguhúsnæðis og bara ótrúlega margt annað. Þannig að það sem við viljum segja aldrei. Það gott að vera Pírati, sérstaklega í Reykjavík. Við höfum mjög mikil áhrif og við verðum að þora að taka afstöðu með því sem rétt jafnvel þó að það geti stundum vakið reiði fólks og sjálfstæðisflokksins sem að reyna að ná völdum. En, já, það bara nauðsynlegt ef þú ætlar að vera í pólitík að sýna þá ábyrgð að fara með vald ef þú getur komið málum þínum til leiðar. Þeir sem ætla bara að vera í andstöðu eiga bara ekkert erindi í stjórnmál. Aldrei hætta að þora. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Það voru það bara spurningar eða hvað? Ef einhverjar eru. Aðalkosningamál. Já, hvað verður aðalkosningamálið? Mjög góð spurning. Við höfum auðvitað eftir að klára stefnur fyrir kosningarnar, þannig að það auðvitað grassrótarinnar að ákveða það. En það sem hefur verið hæsta baugi hjá okkur hafa verið loftslagsmálin, gagnsæi og lýðræði, auk bara aðgengis fyrir alla samfélaginu. Þannig að og þú veist, það hægt að fara yfir mörg fleiri mál, en þetta svona kannski svona, já, þannig að þetta stærstu málin, en ég held að loftslagsmálin við séum kannski stærst þannig, en sveitarfélögin hafa svo ótrúlega mikil áhrif hér og það svo mikilvægt að draga þau fram og við erum grænust og ég vil leyfa mér að fullyrða það bæði þegar við vorum formennskuðar og núna þegar ég orðin varaformaður að við
beitum okkur mjög í þessa þá og viljum alltaf ganga lengst hvað það varðar. Þannig að það er allavega mikilvægt. Hvað getum við gert til að draga úr útburuna hjá sveitarstjórnarfólki? Það er mjög góð spurning. Mæðum mikið á sveitarstjórnarfólki. Það er víða þannig að sveitarstjórnarfólk er að sinna öðrum störfum. Það er nú ekki þannig í Reykjavík sem betur fer. En sums staðar er fólk til dæmis að vinna á kvöldin, alltaf í kvöldvinnu og það er rosalega erfitt til dæmis fyrir fjölskyldufólk. Í Reykjavíkborg þá hefur álagið mjög aukist samhliða því að borgarfulltrúum hefur fjölgað vegna þess að samhliða þeirri breytingu þá var tekið fyrir að aðrir en borgarfulltrúar, kjörnumfulltrúar sætu í fagráðum og nefndum. Þannig að við erum einhvern veginn, þannig að álagið er klárlega búið að aukast á þessu kjörtímabili. Ég held að það þurfi bara að horfast augu við þetta og eiga samtal lausnir. Ég held að það séu margar lausnir. En umræðan á þessu kjörtímabili hefur auðvitað ekki heldur verið eitthvað sérstaklega mögulega ætti borgarstjórnarflokkar að vera með eitthvað kostnað fyrir aðstofafólki eða eitthvað svoleiðis. Það er ein pæling sem við verið nefnd, en það náttúrulega bara kostar. Já. Og það er líka bara spurning menninguna og umræðuna og hvað þetta getur verið óvægið og haft áhrif á fólki í sínu einkalífi og það er bara rosalega mikið vandamál og erfitt að tækla. Sameiningar sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, ekki bara að gera það? Þetta er náttúrulega stóra spurningin að mörgu leyti og það er alveg augljóst að, svo ég leyfi mér að segja það, að sum sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að sleppa tiltölulega ódýrt frá félagsþjónustu, jafnvel frá skólaþjónustu, frá alls konar bara þjónustu við íbúana sína vegna þess að þeir geta komið til Reykjavíkur til að þiggja þjónustu eða þá bara flutt til Reykjavíkur ef þeir þurfa skyndilega mjög mikla þjónustu. Og það er ekkert sanngjarnt sko, hvort að það sé best leyst með beinlínis sameiningu eða með því að vinna sameiginlega að þessum stóru velferðarmálaflokkum, veit ég ekki, en þetta er eitthvað sem er bara alveg þess verið að skoða. Það er ótrúlega mikilvægt að vinna því að vinna meira saman, sérstaklega kemur að skipulagsmálum. Við höfum talað fyrir svona Transport for London módeli, hvað það varðar, til þess að allir séu og öll séu að vinna saman að því að minnka mengun. Það eru ótrúlega tækifæri í samstarfi og ég held að við höfum klárlega að fara í það átt og það er mín tilfinning að fólk sé aðalega sammála því eins og til dæmis hvað var að sorpmálin og svo framvegis. Þannig að ég held að séu tækifæri um að taka skref. Hvort að það þýðir sameining er annað, ef að samstarfi virkar mjög vel, þá er það bara jákvætt. Ég meina að samgöngusáttmálinn sé gott dæmi svona samstarf sem gekk mjög vel, allan að ná honum að semja mann. Ef við værum einráðar í borginni, hvað myndum við gera? Við myndum ganga ennþá lengra í grænum. Við myndum vera enn róttækari í þeim og við beitum okkur auðvitað í þá vegu. Mér langar til þess að við búum til bíllaust hverfi og mér langar til þess að hætta að leyfa 90 gráðu stæði í borgarlandinu og mér líður eins og svona barn í nammibúð. Við myndum setja, passa upp á að við erum auðvitað að gera mjög mikið hvað var að gagnsæi og lýðræði og svo framvegis, halda áfram í þá vegu, tryggja það að öll vinni á þá vegu. Það er ekki nóg að við viljum, það verður innleiða í öllu kerfinu sem við erum smá saman að vinna. Við myndum efla íbúaráðin enn frekar, við myndum efla skólaráðin, notendaráð í þjónustu íbúðakjörnum. Það er rosalega margt sem við myndum vilja gera. Það er ýmislegt sem ég myndi vilja taka í gegn fjármögnunarkerfi fyrir grunnskólana. Það er bara mjög margt sem ég myndi vilja leggja aukna áherslu á, en það er alveg svo sem ágætt samstæðu margt af því, en bara ekkert alltaf peningar fyrir öllu sem allir vilja gera. Þannig að meira af öllu góðu píratísku. Heyrðu, við höfum vist ekki tíma í fleiri spurningar, en ég vil þakka fyrir margar góðar spurningar og þáttöku í spjallinu og ég vil ítrykka það að þetta er búið að vera ótrúlega spennandi og gott kjörtímabil hjá Pírötum í borginni. Við höfum komið rosalega mörgu til leiðar og það skiptir máli að hafa Pírata í sveitarstjórn sem í öðrum stjórnum og ég vil þakka ykkur, kæri Píratar, fyrir að vera þið. Komið á aðalfund Pírata í Reykjavík í haust og þá förum við enn nánar í þetta og bara takk fyrir okkur og bara ekki vera feimin við að hafa samband við okkur ef það er eitthvað.
Við þökkum Dóru Björt og Alexander Brím kærlega fyrir. Þetta var einstaklega fróðlegt og skemmtilegt erindi. Og það líka gaman að hugsa til þess að í upphafi þegar þessi hreyfing kom til og fyrstum árum hennar, að þá höfðu ýmsir efasemdir það að Píratar gætu tekið þátt í því að mynda stjórn og haft völdin í sínum höndum. En ég held að einmitt að Reykjavíkur Píratarnir okkar hafa sýnt það að Píratar geta það svo sannarlega og hefur þeim gengið ákaflega vel. Nú, það eru hins vegar fleiri sveitarstjórnarfulltrúar sem hafa staðið sig vel á undanförnum árum og ein þeirra er Sigurbjörg Egilsdóttir sem er í Kópavoginum og hún ætlar einmitt að flytja hér erindi fyrir okkur næst og segja okkur hvað hefur á daga hennar drifið þar, en hún á 1 ár eftir af sínu kjörtímabili þar og er að hefja sitt 4. ár og bjóðum við hana hjartanlega velkomna. Já, takk. Ég heiti Sigurbjörg og ég er bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi. Ég langar að byrja á að þakka starfsfólki og sjálfboðaliðum Pírata hérna fyrir að rigga upp þessum fjarfundi með skömmum fyrirvara. Þetta er vonandi allt komið hérna vel í gang núna. En ég ætla að byrja á að kynna stjórn Pírata í Kópavogi sem var kosin í vor. Hérna sjáum við, já, ok, skipta á fyrirgefið. Það var smá, já, það er næsta glæra sem sagt, þar sem við sjáum stjórnina. Kópavogi, já. Stjórn Pírata í Kópavogi, hérna er Vigdís Fríða, hún er nýr formaður okkar, Hákon Jóhannesson, gjaldkeri og Matthías Hjartarson, meðstjórnandi. Þessi 3 hafa það ábyrgðarhlutverk að leiða Pírata í Kópavogi til sigurs í næstu sveitarstjórnarkosningum í vor. En svo er það bæjarmála hópurinn okkar, nefndarfulltrúarnir, þetta eru Indriði Ingi í umhverfis- og samgöngunefnd, Ásmundur Alma í jafnréttis- og mannréttindaráði, Vigga í list- og menningaráði, Eva Sjöfn í leikskólanefnd og Matthías í íþróttaráði. Svona, ok. Svo er það Geir sem er fulltrúi okkar í hverfiskjörstjórn fyrir kórinn og Hans er varamaður hans. Sjálf sit ég í menntaráði, velferðaráði og skipulagsráði og auk þess erum við varafulltrúar fyrir hvert annað þvers og kruss. En þetta er frábær hópur, við komum öll nýjan í bæjarpólitíkustörf á þessu kjörtímabili en höfum öll lært margt og mikið á þessu ferðalagi og vinnum mjög mikið og vel saman. En á árinu sem leið hefur ýmislegt dregið til tíðinda og ég ætla að renna yfir hápunktana. Ég held ég hef að tala það í hverju einustu yfirferð á aðalfundum síðustu ára að við höfum verið að þrýsta það að Kópavogsbær setji sér loftslagsstefnu. Allt frá því lagði fyrst fram erindi þess efnis í bæjarráði haustið 2018 og hef ítrekað þá beiðni nokkru sinnum síðan. En það er því gleðilegt að geta loksins tilkynnt að vinna við loftslagsstefnu er hafin í Kópavogi og ætti að vera tilbúin fyrir lok árs. En eitt mikilvægasta verkefnið okkar er að efla gegnsæi í stjórnsýslunni og síðastliðið ár hafa 2 af okkar stóru verkefnum raungerst. Kópavogsbær er farin að birta fylgigögn með fundagerðum á vefnum og reglur hagsmunaskráningu bæjarfulltrúa voru loks samþykktar í vor eftir töluverða yfirlegu. En peningar, okkur er líka andum að vel sé farið með sameiginlega sjóð okkar og af því tilefni óskuðum við meðal annars eftir úrskurðum það hvort það teldist eðlilegt að bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins tæki sér 4 mánaða frí án þess að óska eftir tímabundnu leyfi til þess að veiða á fullum launum. Þetta var vandræðamál sem að fékkst aldrei afgerandi svar við en mætingin hefur í það minnsta verið eitthvað betri núna. Í desember síðastliðnum kom út blað sjálfstæðismanna í Kópavogi Vogar, líkt og hefur gert í áratugi. En glöggur lesandi kom auga á Kópavogsbær keypti heilsíðu auglýsingu í blaðinu. Í kjölfari grennslaust fyrir þetta og kemur ljós að Kópavogsbær hefur keypt heilsíðu auglýsingar í öllum útgáfum Voga allavega síðustu mörg ár. Við köllum eftir upplýsingar þær reglur sem að gilda auglýsingakaup bæjarins í flokksmiðlum og þá kom í ljós að það voru óskrifaðar reglur að bæjarinn keypti auglýsingar fyrir alltaf 150.000 krónur á ári í útgáfum á vegum flokka sem eiga sæti í bæjarstjórn. Þessi viðmið voru samþykkt á lokuðum fundi fyrir 10 árum síðan, hvergi skráð í opinberu gögnum og nýjum bæjarfulltrúum var ekki kynnt þetta fyrirkomulag. Þessi leyndarhyggja býður auðvitað upp á misnotkun á almannafé fyrir utan að auka enn frekar á aðstöðum þeirra flokka sem eiga þegar sæti í bæjarstjórn og þeirra sem gera það ekki. En Sjálfstæðisflokkurinn var djúpmóðgæður að ég skildi segja að þetta lyktaði af spillingu en þau voru ekki aðeins eini flokkurinn sem sótti sér auglýsingafé frá almenningi á hverju einasta ári
Heldur sótt hann sér tvívegis meira fjármagn en reglunar heimiluðu og enga stoð var að finna fyrir slíkri auka fjárveitingu í samþyktum og enginn þeirra beiðina kom fyrir bæjarráð. Reyndar hafði 80% af heildargreiðslum í auglýsingar til flokksmiðla runnið til Sjálfstæðisflokksins á síðastliðnum 5 árum eða 1150.000 krónur af 1450.000. Og að lokum samþykkti bæjarstjórn Kópavogs að hætta alfarið að kaupa auglýsingar í útgáfum á vegum stjórnmálaflokka og við fögnuðum sigri. En litli sigrar, ein af kosningaáherslunum okkar var að styðja betur við foreldra ungra barna með því að hækka systkinaafslátt á leikskólagjaldi. Og í síðustu fjárhagsáætlunarvinnu var nú einhver umræða að hækka hugsanlega leikskólagjöldin en ég hélt eldræði sem að endaði með því að við hækkuðum systkinaafsláttinn þannig að þriðja barn færi nú 100% afslátt á dvalargjaldi. Og bæjarráð Kópavogs samþykkti tillögu Pírata að endurskoða hundasamþykktina í Kópavogi en núgildandi samþykkt frá árinu 2001 og að mörguleiti komið til ára sinna. Það kom til dæmis ný reglugerð velferð gæludýra árið 2016. En þetta alls ekki einsdæmi. Kópavogsbær verið stundum mjög lélegur í að uppfæra og fylgja eftir breytingum á lögum. En Menntaráð Kópavogs fjallaði núna á þriðjudaginn síðasta tillögu okkar þess efnis að valum grænkerafæði sé tryggt í öllum mötuneytum leik- og grunnskóla auk félagsmiðstöðva eldri borgara í Kópavogi. Þessari tillögu var nú bara rosalega vel tekið og niðurstaða fundarins var að fela menntasviði bæjarins að vinna að framkvæmd þess. Í dag er nefnilega allur gangur á því hversu aðgengilegur veganmatur í mötuneytum Kópavogs. Sums staðar virðist þessi mál í ágætu lagi. Á bæjarskrifstofunum alltaf val grænkerakost en ég gerði svona stikkprufur og hringdi í nokkra skóla og þar fékk ég á einum stað þau svör að nei, það er eiginlega ekki búið sko, það er kannski orð með læknisvottar en á eigum við svona grænmetisbuff sem við hendum í ofnin. Það sem sé alltaf sem við grænmetisbuffin fyrir þau sem vilja vegan eða eru með ónæmi eða borða ekki aðalréttin af einhverjum ástæðum. Svo þetta er mjög jákvæð breyting og vonandi kemst hún til framkvæmda sem fyrst. En starfið í minnihluta eru þetta frábrugðið því að vera í meirihluta og hafa dagskrárvaldið. Við höfum talað fyrir fjölmörgum tillögum sem hafa ekki raungerst en þó oft vakið athygli og umræðu. Til dæmis höfum við óskað eftir því að Kópavogsbær hækki kröfur fjölda hjólastæða. Þar sem að það liggur til dæmis fyrir að Dalvegurinn í endurskipulagningu muni tæplega annað bílaumferð eftir uppbyggingu. En eftir mikið þras hjólastæði endurtekið í umræðum skipulagsmál þá voru þó fest í sessi lágmarksviðmið hjólastæði og hámarksviðmið bílastæði í nýju aðalskipulagi Kópavogs sem að verður samþykkt bara núna á næstu vikum. Við lögðum fram tillögum að gert yrði árangursmat á núverandi nefndarfyrirkomulagi bæjarstjórnar, meta hvort að nefndirnar uppfylli þau markmið sem erindisbréfin leggja upp með, hvort þau sem að ná utan alla málaflokka og hvort það séu tækifæri til að einfalda, hagræða og auka skilvirkni. En það er eins og sumir flokkar vilji kannski bara hafa rosalega margar nefndir með fjöldastæta sem borga vel. Við höfum allavega ekki farið af stað í þessa vinnu. Við lögðum fram tillögu að stofnað verði stýrihópur íbúasamráð. Sambandið hefur gefið út bók leiðbeiningar mótun meginreglna íbúasamráð sem við vildum gjarnan kemist í farvegi í Kópavogi. Það kemur ítrekað upp að íbúum þyki samráð ábótavant. Já, setjum bara kamerun á mig. Ég var ekki að glæra við þetta. En jú, svo erum við að fara af stað í að leggja þriðja áfanga af Arnarnesveginum og við höfum reynt ítrekað að fá þeirri framkvæmd fresta þar til að liggur fyrir nýtt umhverfismat. Vegna þess að núverandi umhverfismat var unnið fyrir 19 árum síðan og forsendur hafa breyst töluvert mikið á þeim tíma. Til dæmis gerir ný umferðarspá ráð fyrir rúmlega 5-faldri umferðaraukningu Breiðholtsbrautina miðað við þá umferðarspá sem stuðst var við árið 2002. Og þá leiddu rannsóknir á náttúrufari svæðisins árið 2002 í ljós að þarna í vegstæðinu yxi plöntutegunda á válista náttúrufræðistofnunar og það þyrfti að ganga úr skuggum að það hafi ekkert breyst svo að framkvæmdin hafi ekki óafturkræf áhrif á lífríki. En að lokum þá lögðum við til að samdar yrðu úthlutunarreglur byggingarétt fyrir atvinnuhúsnæði í Kópavogi. Engar slíkar reglur eru til
þar. Þetta var lagt fram í kjölfarið því að bæjarráð ákvað að úthluta bestu lóðum Kópavogs á yst á Kársnestánni til lóðarhafa sem hefur nú þegar byggt flott baðlón þar. En við teljum það vinna gegn almannahagsmunum og jafnræði að lóða okkar verðmætasta landsvæði sé úthluta svona án auglýsingar og án þess að fleiri en einn aðili hafi fengið tækifæri til þess að kynna áform uppbyggingu þarna. En við tökum á þessum málum og fleirum til þegar við komumst í meirihluta eftir næstu kosningar. En þá ætla ég bara að bjóða áhorfendum að koma með spurningar ef einhverjar eru. Ef Píratar verði meirihluti í Kópavogi næsta kjörtímabil, hvað verða helstu breytingarnar? Við myndum leggja höfuðáherslu á loftslagsmálin og við horfum mikið til þess hvernig Píratar hafa starfað í borginni. Ég myndi vilja bæta lýðræðisferðlan okkar mikið og auka gegnsæi. Það er helstu málin. Hvað er að því að bæjarfulltrúar fara á sjó? Ekkert af því, gott að blessa, en það væri rosalega gott að óska hreinlega eftir leyfi frá störfum ef maður ætlar sér að fara sinna annarri vinnu í 4 mánuði út af því að finnst ekki rétt að bæjarfulltrúi á sjó fái full laun allan þennan tíma sem hann veit að hann verður ekki á staðnum. Það er mjög kostnaðarsamt. Hvað skiptir Kópavogsbúa máli? Hvernig sannfærum við þá að losa sig við Ármann? Já, það er stórt spurt. Ég heyri það allavega að það skiptir Kópavogsbúa miklu máli að á þá sé hlustað og þeim finnst oft vera vankantar á því. Þannig að vonandi tölum við til þeirra með því að lofa bættum lýðræðisferðlum. Sameining sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, væri Kópavogur ekki flott hverfi í höfuðborg Íslands? Ég veist það, þetta er svolítið viðkvæmt mál fyrir Kópavogsbúa sem vilja ekki vera kallaðir út hverfi, en auðvitað væri það skynsamlegt að sameina sveitarfélög og það er bara kostnaðareffektífara á mörgu leyti. Svo værum við kannski með svona sjálfstjórnir einhvers konar. Píratar verður við stjórn í Reykjavík og Kópavogi sameiningarviðræður. Já, ég ætla allavega ekki að útiloka það. Hvort sem það verða viðræður að sameina sveitarfélög eða ekki, þá er allavega í það minnsta held ég hægt að hagræða á mörgu leyti með því að sameina þjónustu í meira mæli. Síðasta spurningin, ætlar það bjóði aftur fram? Já, ég hugsa það eins og staðan er í dag, auðvitað kemur þetta svona í bylgjum og stundum þegar það mæðir mikið á þá hugsa maður okkur ef maður eiginlega leggja þetta á sig, en svona heilt yfir er þetta mjög skemmtilegt og gefandi og jú, ég held það bara. Herðu, þá þakka ég bara fyrir mig, takk fyrir góðan fund og góða spurningar og ykkur er alltaf velkomið að hafa samband við okkur. Það má senda mig tölvupóst eða hringja eða Facebook, hvað sem er. Takk. Já, við þökkum Sigurbjörgu kærlega fyrir fróðlegt erindi. Nú verður tekið stutt hlé og að því loknu þá mun Björn Leví taka við og við munum vinda okkur í frambjóðendakynningar vegna innra starfsins hjá Pírötum. En hléð mun vara í sirka 10 mínútur. Takk fyrir, sjáumst á eftir.
Kæru Píratar, ég var í námi í Bandaríkjunum þegar Píratar á Íslandi voru stofnaðir. Misti þannig af stofnfundunum en frétti mjög fljótlega þessari nýju grasrótarhefingu og ákvað að skoða hana aðeins nánar. Ég hafði aldrei starfað í neinum stjórnmálaflokki áður. Ég hafði hreinlega ekki fundið löngun fyrir því að pæla í því, vegna þess að pólitíkin á Íslandi var einfaldlega mjög fráhrindandi. Fyrsta reynsla mín af pólitík til dæmis var lygi. Ég var staddur í fyrirparti fyrir sveitaball með allt niður í 14 ára unglingum, sjálfur var ég þá 17 ára. Í partíinu var fulltrúi stærsta stjórnmálaflokks á Íslandi að bjóða börnum ódýran bjór ef það skráði sig í flokkinn. Ég spurði hvað það þýddi að skrá sig í flokkinn. Yrði ég að kjósa flokkinn ef ég gerði það? Og svarið var einfalt já. Þetta var fyrsta reynsla mín af íslenskri pólitík og í kjölfarið tók ég mína fyrstu pólitísku ákvörðun. Ég sagði nei takk. Ég skipti mér ekkert af pólitík eftir það, nema með atkvæði mín á kjördag, þangað til Píratar urðu til. Ég hafði fylgst með aðeins svona þróun Pírata á alþjóðavísu og fannst áhugavert að sjá boðskap þeirra ná til Íslands, þannig að ég kynnti mér grunnstefnu þeirra og varð ástfanginn. Ég reyndi að taka þátt eins og ég gat og með hjálp þess að allir fundir voru í streymi var það frekar auðvelt þó ég var í annarri heimsálfu. Nýr tónn var þarna sleginn í íslenskum stjórnmálum, tónn sem gömlu flokkanir skilja ekki, tónn sem byggir ekki á því að beita valdi og geðþáttaheldur upplýsingum og gögnum. Þetta voru stjórnmál sem ég gat tekið þátt í af heilum hug og af öllu hjarta. Það er ekkert sjálfsagt við að taka af sér hinn ýmsu sjálfboða verkefni sem sinna þarf í stjórnmálahreyfingu. Bæði eru verkefnin áskorandi og vettvangurinn líka því hér fölluðum þau grundvallar atriði sem við byggjum samfélagið okkar á. Hvernig við ætlum að gera heiminn betri. Alvaran verður varla meiri. Þegar ég vann í leikskóla sá ég mikið af nýju starfsfólki koma og fara. Starfið hentaði ekki öllum. Stjórnmálun eru ekki mikið öðruvísi. Ég hef séð fólk koma og fara. Eðlilega af því að það er ekki sjálfsagt að taka af sér sjálfboða verkefni í stjórnmálahreyfingu. Ég hef oft líkt þessu við sambúð eða fjölskyldu. Þar eru oft átök milli hjóna eða systkina, milli fólksins sem við deilum dýpstu tengingum lífs okkar með. Stjórnmálun eru þannig líka. Þess vegna ber ég ekkert nema dýpstu virðingu fyrir því fólki sem stígur fram á þennan vettvang og segir ég vil hjálpa til við að gera heiminn betri fyrir alla. Kæru Píratar, takið vel á móti kynningum frambjóðenda í ráð og nefndir hreyfingarinnar okkar. Fyrstur tekur til máls Stefán Örvar Sigmundsson. Sælverið gleðilegan aðalfund. Ég heiti Stefán Örvar Sigmundsson og er stjórnmálafræðinemi í HÍ ásamt því að vera ritari fjármálaráðs. Fyrir reynsla mín er meðal annars nefndarseta í gæðanefnd Landssamtaka íslenska stúdenta, LÍS, og sem nýnumafulltrúi í Félagsstjórn Politika, félagi stjórnmálafræðinema við Háskóla Íslands. Ég hef verið meðlimur í Pírötum nánast frá upphafi en bjó erlendis í nærri áratug og takmarkaðist þáttaka mín því við netheima en ég minnist þess enn með hryllingi þegar við notum póstlistana sálugu. Ég vil ekki dvelja lengi við fyrri verk í fjármálaráði því ég vil frekar tala framtíðina, þó vil ég nefna að við í fjármálaráði gerðum fjárhagsáætlun fyrir þetta kosningaár með það að markmiði að halda okkur réttið braut ásamt því að semja verkarsreglur fjármálaumsjón Pírata. En hvað tekur við? Það hafa farið ófáa klukkustundir hjá okkur í fjármálaráði í að greina fjárhagsgögn fyrir ára. Ofan á það hef ég síðan varið tíma í að skoða öllu gögn sem ég hef komið höndum yfir frá öðrum stjórnmálasamtökum til samanburðar. Ég sé fyrir mér að með aðhaldi og ábyrgri fjárhagsstjórn eigum við að geta komið okkur í nákvæmlega sömu stöðu og aðri stjórnmálaflokkar hvað varðar eignamyndun og rekstrartekjur. Það eru ýmislega leiðir færar til þess að afla sér tekna og ég vona innilega að tími skuldsetningar hjá Pírötum sé liðinn. Við eigum að geta átt okkur eigin fasteignir og haft leigutekjur að þeim. Við eigum að geta verið með fleiri en 2 starfsmenn í fullu starfi án þess að fara á höfuðið og við eigum að geta fjárfest til dæmis í ríkisskuldabréfum án þess þó að koma niður á kosningaherferðum okkar. Þetta er markmið sem ég vil vinna að og ég vona að þið vilja það líka. Takk fyrir mig. Næst verður kynnt Kristrún Ýr Einarsdóttir sem býður sig fram í úrskurðarnefnd og stefnu- og málefnanefnd. Ekki staðnum, það er að ég lesi upp kynningu hennar. Kæru Píratar, mér þykir leitt að geta ekki verið með ykkur í dag en það er ekki alltaf hægt að vera á mörgum stöðum í einu. Hún heitir Kristrún Ýr Einarsdóttir og er fædd 1981 og uppalin á Melrakkasléttu og Kópaskeri. Í dag er hún búsett í Reykjavík og er á lista Norðausturkjördæmis. Hún byrjaði að taka þátt í starfi Pírata árið 2016, satt þá í kjördæmaráði Norðaustur í fyrsta prófkjörinu sem var haldið, var sameiginlega þá fyrir Norðurið og Austrið. Hún leggur áherslu á mannréttindamál,
geðheilbrigðismál og menntamál sem eru hennar einstaklega hugleikin. Þetta eru þau mál sem eru að hennar mati hvað mikilvægast í hverju samfélagi sem þarf að standa virkilega vel að því að samfélagi dafni sem best. Þarna koma persónuverndarmál, gagnsæi og tækni sterklega inn sem mikilvægir þættir sem að finnst Píratar standa sig virkilega vel í að þróa og nýta. Ástæðan fyrir því að hún kýs að starfa með Píratum er að stefna Pírata svo stefna sem ég samsvara mig við sem best í pólitík. Ég tel hæfni hvers hóps byggjast á sem mestum fjölbreytileika og tel sérstaklega mikilvægt að aðkoma minnihlutahópa og jaðarhópa að ákvörðun sem og þáttöku sé bæði styrt og ýtt undir af okkur sem njóta forréttinda. Býður sig fram ekki á móti neinu eða neinni og treysti ykkur fyrir því að velja það fólk sem teljið hæft til þess að halda áfram að byggja upp starf Pírata. Næstur er kynntur til sögunar Rúnar Gunnarsson. Hann er í 3. sæti á framboðslista Norðausturkjördæmis og býður sig fram í allar nefndir, úrskurðarnefnd, stefnu- og málefnanefnd, framkvæmdastjórn og fjármálaráð og kynningu hans er að finna á kosningakerfinu x.pirata.is. Það sem ég bið fólk að kynna sér hans skrif. Þá tekur til máls Jón Arnar Magnússon. Kæru vinir, kæru gestir. Ég heiti Jón Arnar Magnússon. Ég tók eftir Píratum því fyrir 5-6 árum. Ég held að þetta var flokkur sjóræningja. Enga var konum menn saman í sjóræningja fötum og ætla bara að hafa gaman og njóta þess að vera til. Svo sá ég að það vantaði að framkvæmdastjóra til þess að leiða þessari skútu. Þannig ég ákvað að bjóða mig fram til þess að stýra þessari skútu að hætti Jack Sparrow sjóræningja. Eitthvað þarf að byrja. Við þurfum að hafa gaman. Við þurfum að skemmta okkur. Þetta hefur verið erfitt ár, krefjandi tímar. COVID hefur breytt heiminum, breytt mér, breytt ykkur. Við viljum skemmta okkur. Og til þess að stíga úr þessum öldudal sem síðustu misseri hafa verið, það vantar framkvæmdastjóra sem kemur hlutum í verk. Það er hægt að tala og tala endalaust. Ef við erum komin til þess að hlutum í verk, annað kjóstu. Ég hveti til þess að taka upp tólið, setjast fyrir fram á tölvuna og kjósa. Næst kynnum við Tinnu Helgadóttur en hún býður sig fram í framkvæmdastjórn og fjármálaráð og kynningu hennar er að finna á kosningavefnum. Þar sem ég hvet fólk til þess að lesa kynningu hennar. Næstur tekur til máls Halldór Haraldsson. Góðan daginn. Halldór Haraldsson ég og er í framboðið fyrir Pírata í Reykjavík Norður 15. sæti og ég býð mig fram í öllum nefndum og ráðum hjá Píratum og ég náttúrulega fæ líklegast einhver ráð og nefndir sæti en það sem að ég vil gera er náttúrulega að ég skráði mig í Pírata til þess að breyta stjórnsýslunni meðal annars. Ísland er náttúrulega orðið, er alltaf vestnað varðandi stjórnmál. Píratar eru þau stjórnmál sem að ég treysti mest til þess að breyta stjórnmálum á Íslandi. Þannig að ég er að leggja alla mína reynslu og alla mína krafta í að hjálpa Píratum til þess að verða stærsti stjórnmálaflokkur í haust. Og ég ætla ekki að hafa þetta nætt vola langt. Vona að þið kjósið mig. Takk. Næstur er kynntur til á sviðið Svavar Helgason sem er með okkur í fjarfundi. Næstur er kynntur til á sviðið Svavar Helgason sem er með okkur í fjarfundi. Já,
Ég heiti Svavar og ég að sækjast eftir sæti í stefnu- og málefnanefnd. Ég ætla að byrja á því að hrósa og þakka fyrir það starf sem stefnu- og málefnanefnd hefur unnið við að skapa samningagrundvöll þar sem grasrót og frambjóðendur hafa unnið sameiginlega stefnumótun fyrir komandi þingkosningar. Eftir alþingiskosningar fylgja sveitarstjórnarkosningar fljótt á eftir og því enn mikið verk að vinna. Píratar hafa gengið í gegn mörg tímabil og hverju þeirra hafa fylgt ákveðnar áskoranir og erfiðleikar. En með því að mæta þeim hafa Píratar orðið sterkari fyrir vikið sem pólitísk hreyfing. Ég tel að þau verkefni sem eru aðkallandi á komandi ári verða að taka til í stefnumótun og gera lagfæringar á ferlum okkar varðandi hana. Niðurstaðan verður að vera valdefling sveitarfélagana til að móta sveitarstjórnarstefnuna ásamt því að stefnumótun félagsins í heild sé ávallt lifandi í þróun og í stöðugri uppfærslu til þess að halda í við tíðarandann í flokknum og endurspegli vilja flokksmeðlimi. Ég sé tækifæri til umbóta hvað varðar auknar áherslur á uppbyggilegar og lausnamiðar rökræður ásamt því að opna ferlið með að gera rafræna þáttöku bæði aðgengilegri ásamt því að bæta mikilvægi hennar í starfinu. En þó ég sé með einhverjar hugmyndir sem ég tel að getur verið gagnlegar í þá átt, þá veit ég að mínar hugmyndir hafa í 5 manna nefnd ávallt 80% líkur á að vera ekki þær bestu á svæðinu og mun reyna að muna það og setja samvinnu í fyrsta forgang. Takk. Næsta kynnum við til leiks Stefaníu G. Kristinsdóttur. Nýliði í Pírötum en hefur gegnum tíðina unnið að verkefnum tengdum samfélagslegri nýsköpun, menntun, rannsóknum, samfélags- og byggðaþróun. Eigandi og starfa hjá samfélagsfyrirtækinni Einurð EHF og vinnur að verkefnum á fyrirgreindum sviðum án hagnaðar sjónarmiða, social enterprise. Ég hef umtalsverða reynslu af stefnumótun, frumkvöðla og nýsköpunarstarfi og eignum fyrir störf bæði innan háskóla og tengdum byggðamálum hef umtalsverða reynslu af alþjóðlegu samstarfi. Markmiðið mitt með þáttöku í félagsstarfi Pírata að beita mér fyrir virku lýðræði, opnu samfélagi og auknum heilindum í stjórnmálastarfi. Meðal þeirra málefna sem ég legg áherslu á að stjórnarskrá fólksins verði samþykkt á Alþingi með tilheyrandi breytingum á stjórnskipan og eignarhaldi á þjóðarauðlindum. Ég vil sjá Ísland taka ábyrgð í loftslagsmálum, málefnum flóttafólks og innflytjenda í fjölmenningar samfélagi. Hún býður sig fram í stefnu- og málefnanefnd. Þá tekur til máls Helgi Hrafn Gunnarsson. Hæ, ég heiti Helgi og fráfarandi þingmaður. Hætti núna sem þingmaður eftir rétt rúman mánuð og þar sem ég hef ennþá brennandi áhuga á starfi Pírata þá býð ég mig fram í framkvæmdastjórn og hef helst þau áherslu málefni á þeim vettvangi, fern, 4 stykki. Eitt tæknimálin sem mér finnst að Píratar eigi að vera bestir í og ég tel okkur reyndar að vera mjög framarlega í þeim en ýmislegt sem má bæta. Vandinn verandi þar að mínum mati sá að tæknifólk með afbrigðum upptekið og það erfitt að fá sjálfboðaliða í tæknibransanum til að leggja til mikinn tíma. Ég verð að viðurkenna, ég veit ekki alveg hvernig við getum leyst það vandamál en mér langar til að reyna. Annað persónuverndarmálin sem ég reyndar til okkur vera núna framúrskarandi í. Kæmi mér óvart ef einhverjum öðrum flokki hefur tekist að vera betri í því heldur en við erum. Við eigum að vera best í því og erum það í mínum mati. Í þriðja lagi þá tel ég mjög mikilvægt að öll innan þessara hreyfingar hafi greiðan aðgang að starfinu og tengist að tæknimálunum auðvitað og þar maður kannski að hlusta á önnur það hvernig hefur tekist til hingað til en allavega þykir mér alveg ljóst að það mjög bæta þar úr og síðast en ekki síst upplýsingaflæði til meðlima sem mér finnst að megi bæta umtalsvert en það kannski stærra verkefni en það hljómar í upphafi. Það að halda öllum upplýsingum aðgengilegum og skýrt hvert að leita á þess áttar alveg svona viðvarandi verkefni, því verður aldrei lokið á endanum. En þetta svona helstu áhersluna sem mér langar til að koma að ef ég næ kjöri inn í framkvæmdastjórn. Takk.
Og að lokum kynnum við Ólaf Jónsson, en hann býður sig fram í fjármálaráð. Í stuttumáli þá er kvæntur faðir 4 uppkominna barna, menntaður í viðskipta og markaðsfræði með 40 ára feril sem sjálfstæður rekstrar ráðgjafi hjá hinu opinbera og einkaaðilum við að auðvelda öðrum að koma hlutum í verk. Allt frá greiningu og stefnumótun til hönnunar og innleiðingar. Ég hef alltaf viljað sjá málsvara mannréttinda og lýðræðis umbóta kjörna sem vald þega og hef því verið skráður í Pírata frá upphafi og fylgst með og stutt börnin mín sem hafa tekið virkan þátt. Sjálfur svaraði ég fyrst kalli Vilmundar Gylfasonar að taka þátt í stofnun gerð stefnuskrár og framboði bandalags jafnaðarmanna til Alþingis 1983 þar sem við fengum 2 þingkonur og 2 þingmenn kjörna. Við að skrifa þessa litlu framboðsræðu flett ég í gegnum stefnuskrá sem við sömdum þá og hún dásamlega lík stefnu Pírata og það kemur ekki á óvart. Sömu grunngildi réttindi og þáttöku borgarana kalla í dag eins og þá á vald, eflingu og ábyrgð og aukna réttindavernd og á stjórnarskrár breytingar. Jafnrétti kynjanna var því að sjálfsögðu stefnumál og réttindi samkynhneigðra voru í fyrsta sinn í stefnu flokks á Íslandi. Og já, við vorum með stefnu að nýta tækifæri nýrar iðnbyltingar, tölvuvæðingar á farsalan hátt samhliða því að forðast hættur á misbeitingu. Áherslur fólks með okkar gildismat þar sömu í dag og lítið virðist kannski hafa breyst. En í dag eigum við öflugan flokk Pírata sem hefur farið í gegnum fernar kosningar, við höfum öfluga grasrót, við höfum öfluga málsvara og frambjóðendur, við höfum internetið. Ég býð mig fram til að reynsla mín gagnist sem best þeim okkar sem ná kosningu í borginni núna, í vor og þeim sem við veljum í framtíðinni til að vinna að framgöngustefnu Pírata. Við þökkum frambjóðendum kærlega fyrir góðar kynningar. Það ljóst að innra starfið er í mjög góðum málum næstu árin, mikil gróska sem þar á eftir að verða. Nú það komið að hléi aftur en að því loknu þá mun Andrés Ingi og Þórhildur Sunna koma og kynna skýrslu þingflokks og taka við spurningum. Þannig að það mikil spenna og skemmtun framundan en við sjáumst eftir örstutt hlé.
Ok. Kæru píratar, kæru vinir. Það er óneitanlega pínu melankólist að flytja ykkur síðustu skýrslu þessa þingflokks pírata. Síðustu þingflokks skýrslu þessa kjörtímabils. Núverandi og fráfarandi þingflokku pírata er nefnilega samheldin hópur. Við höfum unnið sem ein heild og við höfum verið saman í liði og við höfum náð þannig frábærum árangri. Auðvitað höfum við tekist á innbyrðisina á milli og því fyrir fjarri að við höfum alltaf verið sammála alla hluti, en við höfum alltaf róið í sömu átt í pírataflegin okkar. Framundan eru mikla breytingar á samsetningu þingflokksins okkar. Sama hvernig fyrir kosningunum hefur helmingur núverandi þingflokks ákveðið að setjast í helgan stein. Nei, ég meina, auðvitað bara snúa sér að öðru lífinu heldur en þingmennskunni. Ég vildi bara nota þetta orðalag svona til þess að kalla á gamla kalla í hinsta sinn. Og með þeim á ég auðvitað við öldungana Jón Þór Ólafsson, Helgar Hrafn Gunnarsson og Smára McCarthy. Nú, ef að þetta væri fundur með áhorfendum í sal, þá myndi ég auðvitað biðja ykkur öllum að klappa fyrir þeim fyrir velunnin störf. En þar sem örlögin koma í veg fyrir það, þá fá þeir ekkert klapp grein, en samt, takk strákar. Eftir sitja aldursforseti þingflokksins Björn Leví Gunnarsson, leiðtogi þingflokksins Halldór Á Mogensen, nýi strákurinn í blokkinni Andrés Ingi Jónsson og ég, yngsti krakkinn í kreðsunni. Við, hinn 4 fræknu, ætlum að halda ótrauð áfram við að skapa frábæra framtíð saman í slagtogi við frábæra frambjóðendur í öllum landshlutum. En nóg framtíðina. Ég er hér til að tala fortíðina. Enda getum við litið stolt farin veg, svona rétt áður en að við höldum ótrauð áfram inn í kosningasigurinn framundan. En byrjum á byrjuninni. Haustið 2017 hófst þetta kjörtímabil eftir mjög snarpa kosningabaráttu í kjölfar þess að ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar féll út af meðvirkni með kynferðisbrotamönnum og ólögmætu leynimakki að faðir Bjarna Ben hafi hjálpað barnaníðingi að fá uppreist æru. Fyrsta MeToo-bylgjan var á hápunkti og upplifun margra var sú að þessar kosningar myndu leiða af sér róttækar breytingar á valdastrúktúrnum í stjórnarráðinu. Og þrátt fyrir að niðurstöðu kosningana hafi kannski ekki verið alveg jafn afdráttarlausar hvert skildi stefna með stjórn landsins eins og vonir stóðu að þá stóðu vonir svo sannarlega til það að Katrín Jakobsdóttir myndi leiða saman flokka frá vinstri að miðju í framsækinni ríkisstjórn án Sjálfstæðisflokksins sem hafði fellt hverja ríkisstjórnina á fætur annarri með siðspilltum hneykslismálum undanfarin áratug. Og með þá von í farteskinu fór ég bláeygð og bjartsýn til Guðnaforseta og laði til að Katrín Jakobsdóttir fengi stjórnarmyndunar umboð til þess að mynda slíka stjórn, vegna þess að ég trúði að það vildi hún gera. Við tóku stjórnarmyndunarviðræður milli VG, Samfylkingar, Framsóknar og Pírata, þar sem við tókum þátt af fullum heilindum. Við vorum lausnamiðuð og málefnaleg og við höfum það eina stranga skilyrði að nýju stjórnarskrána yrði að lögfesta á einu kjörtímabili til þess að koma þjóðaviljanum úr þjóðaratkvæðagreiðslunni 2013 loksins í framkvæmd. En brátt fór að renna á okkur 2 grímur og okkur fór að gruna að ekki stæðu allir heilir að baki þessum viðræðum með það markmið að þær skiluðu tilsettum árangri, þar að segja, ríkisstjórn frá vinstri að miðju. Og í dag trúið því að það hafi aldrei staðið til að semja við okkur af hálfu VG. Viðræðurnar urðu að eiga sér stað til þess að þeir getu mistekist, til þess að hægt væri að réttlæta að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Það hefur enda komið á daginn að þeim líður afskaplega vel saman í ríkisstjórn og virðast ekkert vilja breyta til á næsta kjörtímabili. En nóg íhaldið í bili. Pírata enda sem sagt í stjórnarandstöðu eins og þið viti, en það er ekki þar með sagt að við höfum ekki náð neinum árangri. Langt í frá. Sjálfbær iðnaðarstefna, afnám transskattsins, afnám bleikaskattsins, ástandsskýrslur fasteigna, víðtækar aðgerðir gegn raka og mygluskemmdum, stórefling tæknilegra innviða stjórnarráðsins, auki gagnsæi fyrirtækjaskrá og ársreikningaskrá, auki eftirlit með störfum lögreglu, framtíðarnefnd, nefnd afnám þvingana í heilbrigðiskerfinu og heildarendurskoðun lögræðislaga, uppbygging fablabsmiðja allt land, hampur og CBD er allt dæmi mál sem við komum í gegn á þessu kjörtímabili. Við vinnum líka þrekvirki í þágu nýju stjórnarskrárinnar með því að vekja hana aftur til lífsins árið 2018. Þá lögðum við fram frumvarpið eins og það leit út þegar hætt var vinnu við það árið 2013. Og þetta var í fyrsta skipti sem framfór efnislega umræða greinar hinna nýju stjórnarskrár á Alþingi í meira en 5 ár.
Til þess að ná enn breiðari stuðningi við stjórnarskrána lögðum við hana fram tæpa ári síðar með Samfylkingunni og svo í þriðja skipti árið 2020 með enn meiri stuðningi. Það má einnig segja að Píratar hafi átt stóran þátt í því að gjörbreyta afstöðu þings og þjóðar gagnvart afglæpavæðingu á vörslu neysluskammta, vímuefna, allt frá upphafi hreyfingarinnar. Fyrsti þingflokkur Pírata lagði fram tillögu að stefna skyldi afglæpavæðingu sem var samþykkt í maí 2014. Sú tillaga var grundvöllur fyrir miklum framförum í málefnum vímuefnanotenda á Íslandi, en þar má meðal annars nefna að minniháttar brot fara ekki lengur á sakaskrá, einungis mæling í blóði gildir vímuefnaakstur. Við komum á auknu aðgengi að fráhvarfsmeðferð, nálaskiptaþjónustu, skimunum fyrir HIV og lifrarbólgu C hjá vímuefnanotendum, frumvarp heilbrigðisráðherra neyslurými dæmi þetta auk ýmissa annarra úrbóta. Svo, árið 2019 lagði Halldór Mogensen fram frumvarp afglæpavæðingu neysluskammta vímuefna sem vakti mikla athygli og mikilvæga samfélagsumræðu galla refsistefnunar og kosti skaðaminnkunarnálgunarinnar sem við Píratar höfum alltaf talað fyrir. Og þar var grasrótin að leika lykilhlutverk. Þó svo að meirihlutinn á Alþingi hafi fellt frumvarpi, má segja að meðferð málsins hafi endanlega innsigla breytt viðhorf landsmanna á afglæpavæðingu, því nú það svo að meir en helmingur þeirra hlynntur afglæpavæðingu, sem margfalt meiri stuðningur en var til staðar fyrir umræðuna frumvarpið. Við erum því að nálgast marki í þessu mikilvæga baráttumáli Pírata. Okkur vantar bara herslumuninn, ríkisstjórn sem þorir að stíga skrefið til fulls og setja skaðaminnkun í forgang í vímuefnastefnu sinni. Ríkisstjórn með Píratum innanborðs. Kæru Píratar, þingstörfi stjórnarandstöðu felast ekki síst í því að laga vond mál sem komast frá stjórninni eða stoppa hræðileg mál frá því að komast í gegn. Mér gefst ekki tími hér til þess að fara í smáatriðum yfir öll málin sem að þingmenn Pírata hafa lagfært í gegnum störf sín í nefndum þingsins, né öll mistökin í lagasetningu sem þingmenn Pírata hafa leiðrétt. En ég vil nefna nokkuð dæmi vegna þess að þetta stór hluti af störfum okkar á þingi, en hann svo til ósýnilegur út af við. Sem formaður velferðarnefndar lagði Halldór Mogensen ómælda vinnu í að koma lögum notendastýrða persónulega aðstoð í gegnum nefndina og til samþykktar í þingsal. Hún setti líka mikinn kraft í að lagfæra lög rafrettur frá því að vera nánast bannfæring á rafrettum yfir í eðlilegri regluramma fyrir veipið. Áhrif Pírata á fjárlögin má heldur ekki vanmeta. En gott dæmi þetta hvernig Birni Leví Gunnarsinni, fulltrúa Pírata í fjárlaganefnd allt þetta kjörtímabil, og takk Björn fyrir það, tókst að auka fjármuni til nýsköpunar, brothættra byggða og loftslagssjóðs í COVID-aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Nú eftir reynsluna í Landsréttarmálinu þá stóðum við ítrekka gegn því að frumvarp dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins endurupptökudómstól kæmist í gegn vegna þess að ráðherra var þar farið allt of mikið vald til þess að skipa í stöðurnar og vegna þess að fyrirætluð samsetning dómstólsins var ekki til þess fallin að vekja traust á úrskurðum hans. Við hleyptum málinu loks í gegn í 3. tilraun þegar búið var að bregðast við öllum okkar helstu athugasemdum. Og talandi að hleypa málum ekki í gegn. Þá hefðum við heldur betur staðið gegn vondum málum og komið í veg fyrir að mörg hræðileg mál kæmust í gegn. Við stoppuðum frumvarp lögfestingu búsetuskerðinga sem félagsmálaráðherra ætlaði að lauma í gegnum þingi og við stoppuðum frumvarp pakkaferði frá ferðamálaráðherra sem hefði traðkað á eignarrétti neytenda með skítuðum skónum. Og síðan það málið sem við byggum til alveg nýtt heiti fyrir. Vegna þess að venjulega þá tölum við málið sem við ætlum að stoppa sem rauðmál eða flöggumál. En svo var það frumvarpið breytingar á lögum útlendinga sem var svo hræðilegt að það fékk nafnið Over My Dead Body mál og við stöðum framgang þess í 3 á yfirstandandi kjörtímabili og komum þannig í veg fyrir að þessari ríkisstjórn tækist að grafa enn frekar undan mannréttindum fólks á flótta en þau gera nú þegar í krafti gildandi laga. Við höfum líka verið hörkudugleg í klassískri stjórnarandstöðu og veitt stjórninni virt og mikilvægt aðhald. Þar má nefna frumkvæðisathugun á hæfi Kristjáns Þórs Júlíussonar sem sjávarútvegsráðherra eftir opinberun Samherjaskjalanna, uppljóstrun óhóflega dagpeninga og ferðagreiðslunotkun ráðherra og auðvitað uppljóstrun sjálftöku þingmanna í gegnum akstursgreiðslur. Og nú, þegar ég kem að lokum þessarar yfirferðar yfir það sem bar hæst á yfirstandandi kjörtímabili og því sem við erum stoltust af að hafa áorkað, vil ég ljúka á því sem ég allra stoltust af frá þessu kjörtímabili, en það eru þau gildi sem við höfum haft að leiðarljósi í okkar störfu. Grunnstefnuna, heiðarleika, gagnsæi,
hreinskilni og hugrekki til þess að benda á það sem miður fer. Það skiptir nefnilega máli að þingmenn þjóðarinnar hafi hugrekki til þess að tjá sig hreint út og verða ekki samdun á samtryggingunni og spillingunni sem oft einkennir íslenska pólitík. Við þorum á meðan aðri þegja og við látum ekki þagga niður í okkur. Við tölum enga pólitísku, heldur segjum það sem við meinum og meinum það sem við segjum og við stöndum með samfæringu okkar, jafnvel þó á móti blási. Að því sögðu, þetta ekki annað hægt en að ljúka þessari yfirferð með smáspjalli við nýjustu viðbótina í þingflokki Pírata, en hann þekkir að jú betur en við flest að standa með samfæringu sinni, jafnvel þó á móti blási. Ég þetta að tala Andrés Inga Jónsson, mannin sem studdi vantraust gegn Sigríði Á Andersen á meðan hann var enn í þingflokki Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs og mannsinn sem gekk til liðs við Pírata í lok þessa kjörtímabils vegna þess að hann vill að næsta ríkisstjórn knýi fram raunverulegar og nauðsynlegar breytingar á samfélaginu og hann veit að til þess þarf Pírata innanborðs. Ekki vegna þess að okkur þyrstir í völd valdana vegna, heldur vegna þess að frá fyrsta degi hafa Píratar staðið fyrir annars konar stjórnmál. Stjórnmál sem byggja á heiðarleika og róttækni, stjórnmál sem standa fyrir eitthvað og vita þessuna að það ekki hægt að fara í stjórn með hverjum sem Vertu velkomin, Andrés. Takk. Nú, ég vitnaði í lokin í lokaorðinu á eldhúsdagsræðinni sem þú fluttir í vor vegna þess að mér fannst þetta svo góð lokaorð. Og mér fannst þú kjarna svo vel út af hvað við göngum í Pírötum og mér langaði að spjalla þess við þig áður en við tökum saman á móti spurningum frá fundagestum þessi lokaorð, en líka það sem þú sagðir á undan lokaorðinu með leyfi. Þú sagðir að hefðbundna pólitíska málamiðlanir ná ekki utan stærstu áskoranir samtímans og það hefur þetta kjörtímabil og þessi skringilega kyrrstöðustjórn kennt okkur og hefðbundna málamiðlanir algjörlega út á túni einmitt í loftslagsmálum og þær myndi krefast þess að ná pólitísku samkomulagi við náttúrulögmálin og náttúran hlusta bara ekkert á slíka málamiðlanir. Svo fer að tala að við þurfum ný vinnubrögð og nýja nálgun í stjórnmálum og ég einmitt alveg sammálaður. Mér svo sturlað að við verðumst einhvern veginn fast með þessa ríkisstjórn allavega í bili sem þykist alltaf semja sín á millum hvernig að bregðast við akkurat náttúrulegumáluna. Hvernig heldur að við komumst út úr þessu rugli? Ég held einmitt að þetta sé alltaf kjarnin í kosningunum núna og þess vegna þurfum við flokk eins og Pírata sem að er með pólitíska kjarnan utanum málefni og árangur en ekki völd. Það sem við lærðum fyrir 4 árum var að það alltaf auðvelt fyrir flokka sem ásælast valdana vegna að gefa eftir í málefnum sem á ekki að vera hægt að gefa eftir í. Loftslagsmálinu gott dæmi að því að þar ertu bara að prúta við náttúrulögmálin sem ekkert í boði en svo talaður líka útlendingamálin og við náttúrulega vorum saman í liði þar löngu áður en ég gekk í Pírata vorum að berjast gegn þessum ógeðslu frumvörpum sem hafa komið fram aftur og aftur og aftur. Hvers konar flokkur sem segist vilja standa með hælisleitendum sætti sig við að vera ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum sem hendir hælisleitendum á götuna. Já, og bara afhendur lyklana að dómsmálaráðuneytinu og samþykkir þetta hræðilega frumvarp sem að ég talaði að væri þetta over my dead body mál í gegnum ríkisstjórn, bara án einhverja teljandi fyrirvara. Þannig að þau leyfa þess að koma í gegn og láta okkur einhvern veginn og ég held að þeim hafi bara verið að meina lausi að ef þetta hefði farið í gegn. Já, algjörlega held ég og bara vegna þess að það eitthvað stærra sem skiptir máli sem að halda völdum í einhverjum öðrum málaflokkum sem að þeim bara þykja skipta meira máli. Já, það bara halda á forsætisráðherrastólnum og einhverjum ráðherrastólum og ekkert endilega lykilatriði með hverjum. Nei, en núna erum við náttúrulega á þessum krítíska tímapunkti af því að þú talaði alltaf loftslagsmálin þá er það ekkert eitthvað framtíðarvandamál. Heldur að það mál sem þarf að leysa á næsta kjörtímabili. Næstu 4 ár skipta öllu máli og þá dugar ekki lengur að vera með þessa prúttpólitík sem að hefur verið í gangi sem hefur leitt til kyrrstöðu af því að einn af aðilinum við borðið er bara ekki til í neina breytingar. Ég bara kortir ég að afneita að loftslagsvandinn sé að mannamönd. Já, og náttúrulega stýrtaformanni sem að áður en hann kom í pólitík var forstjóri olíufélags þannig að hann er kannski hann er ekki barnanna bestur í þessum málum. Nei, mitt á að sjá það líka í öllum öðrum framfæra málum sem að einhverju máli skipta á þessu þingi að það þurfti stuðning stjórnarandstöðunar til þess að koma það í gegn eins og bara í þungunarofinu þar sem að Bjarni Benediktsson greiddi bara atkvæði gegn frjósemisfrelsi kvenna. Já. Klikka. Og það var þá það kannski ekki birst síðan í endanlegri atkvæðagreiðslu
kynræna sjálfræðið, þar þurftum við að toga alveg rosalega mikið í stjórnarliða á meðan stór hluta stjórnarandstöðunni var til í miklu stærri skref á þeim tímpunkti sem hefur verið samþykkt. Akkurat. Ég held að þessi komið tími á það, við fyrir að taka við spurningum úr sal, úr hinnum rafræna sal í þetta sinn. Þannig að ég ætla að gefa fyrsta fundagestunum orðið. Andrés, nú hefur verið í Pírötum í hálft ár. Hvað hefur þú lært? Ég náttúrulega, eins og fólk sem að ekki í Pírötum, hélt kannski þetta verið allir rugludallar, svona utanfrá, en þetta það bara alls ekki. Þetta hópur sem að er sammála stór grundvallaratriði og hefur síðan þroska til að vera ósammála ákveðna hluti eða ræða sig eða rífast niður á niðurstöðu. Án þess að það valdi þeirri rosalegu dramatík sem við sjáum sko í, eldri flokkunum. Það að fara út frá beinulínunni, það getur orðið dálítið dýrkeypt fyrir þingmenn í öðrum flokkum. Já, skemmtilegt að þú segir þetta vegna þess að okkur var lengi legið að hálsi fyrir að vera alltaf duglega að rífast opinberlega og það var einhvern veginn svo mikið tákn hvað væri allt í, já, það gaf okkur kannski svolítið þennan rugludalla stimpil. En ég meina okkar svona grundvöldu fyrir rifrildum hefur alltaf verið sko málefnin og þau hafa kannski farið í einhverja svona smá steik en við höfum alltaf þennan grundvöldum að við viljum vera að tala saman og við séum að stefni sömu átt og það má hafa aðra skoðanir. Þú þarft ekki alltaf að fylgja þessari beinu og svona að ofan einhvern veginn valdboði flokkslínu, heldur getur alveg, hefur frelsi til þess að hafa þínar eigin skoðanir í Pírötum og við komum okkur svo eitthvað sameiginlegri niðurstöður sem við sættum svo á að sé niðurstaðan þótt að við séum jafnvel ennþá á annarri skoðun og það þarf ekki að þýða einhver hjaðningavíg. Nei, og þetta eru miklu heilbrigðari samskipti en ég kannski átt að venjast og það er oft gert grín að Pírötum að hafa leita til vinnustaðasálfræðings til að laga samskiptin innan þingflokksins á sínum tíma. Já. Og hvaða djöfuls della það á tímum þar sem við erum að opna umræðina bara geðheilbrigði að fólk sem í streituvaldandi álagsstarfi að það sé ekki með handleiðslu. Ég ætla rétt að vona að aðri þingflokka fara að vakna og átta sig á því að það er bara fullkomlega eðlilegt að þau fá einhvern utanaðkomandi til að hjálpa sér í gegnum vinnuna eins og stjórnendur í öllum vinnustöðum gera. Sýna bara hvað er ennþá miklu fordóma gagnvart í að sýna nokkurn einasta votta veikleika í stjórnmálum. Já. Eigum að taka næstu spurningu? Hvað er eftirminnilegast af kjörtímabilinu? Nú er COVID náttúrulega búið að eyðileggja allt minni sko. Man man ekkert hvað hefur gerst síðustu 4 ár bara út af 1,5 ári. Sko eitt sem að mér ég geti talið upp nokkra hluti, eitt sem að mér mjög eftirminnilegt er þegar að sko korter í sveitarstjórnarkosningarnar 2018 þá mæti ríkisstjórnin með bara eitthvað svona gjafapakka fyrir útgerðina, ætlar að gefa þeim bara marga milljarða í raun í afslátt sko af veiðigjöldum og þetta var alveg svona klikka frumvarp og við vorum öll bara í alvörunni, hvað er það að gera? Og okkur tókst að fá þau til þess að bakka, já nei fyrirgeðu, ég er að muna þetta með þess að vitlaust, það var þetta langt síðan. Þetta var einmitt rétt eftir sveitarstjórnarkosningar, það hefði beðið þangað til að kosningarnar voru búnar af því þau vissu hvað þetta myndi líta illa út og ætluðu að reyna að koma í gegn þessum gjafapakka allir ríkisstjórnarinnar bara rétt eftir kosningarnar til sjávarútvegskerfisins þar að segja, til kvótakóngana. Og okkur tókst að gera þau afturreka með þetta því þetta var alveg korter í þinglok, þetta mál kemur fram einmitt bara rétt á eftir þessum sveitarstjórnarkosningum. Og þau draga þetta tilbaka og segjast alltaf að leggja fram svona endurskoðaða tillögu byggða á miklu víðtækara samræð og meiri sátt og eitthvað svona alls konar spjalli við hagsmunaaðila og ég veit ekki hvað og hvað. Og þau koma vissulega með endurhanna frumvarp bara haustið á eftir. En sko ekki neinu víðtæku samræðu eða sátt, það fór ekkert samráð fram. Þetta fór ekki einu sinni í þessa samráðsgátt sem stjórnvöldur eru komið með og öll mál eiga eiginlega fara inn í sko. Og það var ekki rætt við helstu hagsmunaaðila eða neitt og útskýringin var að afstaða helstu hagsmunaaðila eru þekkt. Og þetta var náttúrulega Kristján Þór Júlíusson sem þekkir auðvitað vel afstöðu allra helstu hagsmunaaðila. En sko þau komu með þetta í nýjum búningi og búningurinn var afkomutengd veiðigjöld og það væri svo miklu betra. Og mér finnst þetta fáránlegt að ég sé að tala um að eftirminnilegasti hluturinn á þessi kjörtímabili hafi verið eitthvað sem er tengt sjávarútvegi. En mér fannst það bara svo kjarna einhvern veginn þessa ríkisstjórn. Hún er bara
það er ekkert að baka við þetta er bara eitthvað svona, þú veist hendur bara einhverju kölluða samráð þau ætlaðu að efla Alþingi þau hafa ekki talað við okkur allan hennan faraldur þú veist, auki samráð við Alþingi þau hafa allar rætt stjórnarandstöðu og þau eru náttúrulega bara búin að koma óorði á samráð bara sem konsept af því að það er komin þessi samráðsgátt þar sem að fólk rembist þegar sendin sko vel rökstuttar umsagnir sem síðan er ekkert mark tekið á og svo er sama fólk að rembast þegar sendin sömu umsagnir til Alþingis af því að það þarf enn að bregðast við þeim og stjórnarmeirihlutin hefur alltaf sett undir sig hausinn og neitað að taka mark á svona athugasemdum fyrr en að einhver bendir á að opposí þetta sé kannski eitthvað sem að valdi bara einhverju stórtjóni en annars ekki verið til í að taka neinum sönsum. Já, fyrr en það kemur bara valdboð úr ráðuneytunum og mér hefur fundist það líka mjög einkennandi fyrir akkurat sko stjórnarliðana á þinginu hvað þau býða bara einhvern veginn svolítið eftir fyrirmælum frá ráðherranum og þora ekkert að hreyfa sig inn í nefndum nema að þau fái grænt ljós frá ráðherranum. Já, og þetta var náttúrulega daldið sko ábyrrandi núna í vor þegar að ekkert gerðist með stjórnarskrána í 2-3 mánuði meðan fólk var í prófkjörum og upptekið í einhverju svoleiðis þá bara rykfjall það frumvarpin í nefnd bara vegna þess, ég veit ekki ráðherran hafi ekki verið búin að gefa grænt ljós á hvernig við ætti að klára það. Já. Þess vegna vorum við bara á síðustu viku þingsins að ræða loksins það hvernig ætti að klára þetta frumvarp og þá var bara allir tími búinn. Já, en samt gáðu sko hvert tækifæri að fætur öðru til þess að allavega taka þetta sumaþing og að minnstakosti innlega þessa breytingatillögu. Já. En það var bara þannig sé aldrei neitt vilja á bakvið. Þannig ef það bara eitthvað hæst, ég er bara reynslunni ríkari, ég meina að maður svo sem vissi alveg fyrir að skoðanir fólks og svona viljið til breytingar ekki alltaf sama á það sem þau segja, en mér fannst það eitthvað bara staðfestast aftur og aftur og aftur, þetta kjörtímabil. Það skiptir miklu meira máli að horfa á hvað fólk gerir heldur en hvað fólk segist vilja gera. Ég læri þá leksíu mjög rækilega þetta kjörtímabil. Hvernig myndum við stunda samskipti og samráð við þing minnihluta ef við kemumst í stjórn? Það er góð spurning. Sko ég held að það sé rosalega mikilvægt að byrja samstarf og samráð á fyrstu stigum lagasetningu. Að láta stjórnarandstöðuna vita, við ætlum að fara í að gera lög sem að fjalla þennan málaflokk og við erum að hugsa að taka þetta í þessa átt. Hvað finnst ykkur? Og taka mið af þeim sjónarmiðum. Við erum kannski ekki alltaf sammála, en við getum að minnstakosti tekið tillit til þeirra. Já, og svo náttúrulega höfum við lagt áherslu á það ef við komumst í stjórn að forseti Alþingis verði eitt af okkur. Af því að það skiptir alveg óbúslega miklu máli upp á það hvernig þetta samstarf gengur upp. Akkúrat. Og svo náttúrulega eitt smáatriði sem að ég reikna með að við myndum líka að gera og það er að samþykkja kannski einhvern tímann breytingatillögu frá þingmönnum utan stjórnarmeirihluta. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega bara hluti af okkar grunnstefnu að bara okkar afstæða gagnvart hugmyndum er óháð því hvaðan þær koma og það er ótrúlegt að kalla þetta róttæka hugmyndafræði. En hún er bara róttæk hugmyndafræði í íslenskri pólitík að vera tilbúin að viðurkenna að aðri flokkar og fólk innan annara flokka hafa bara góðar hugmyndir sem megi bara ganga að. Já. Og samþekkja bara að taka þátt í því. Og náttúrulega þessi sirkus sem á sér stað kannski 10 sinnum á vetri þar sem að einhver þingmaður leggur fram breytingatillögu sem að allir þingmenn vill samþykkja en það má ekki gera það þannig að hann er beðinn að draga hana tilbaka og svo er hún lögð fram af nefnd og stjórnarmeirihluta og svoleiðis og þá má samþykkja hana. Já, ekki bara það, ég meina sumt af þessu eru frumvarp sem að stjórnarandstöðu þingmenn eru að leggja fram koma svo sem bara stjórnarfrumvarp frá sérstaklega dómsmálaráðherra og hún var mjög dugleg við þetta. Það er tekið svona 2 frá mér. Já, nákvæmlega. Þetta var, ég held að við ætlum bara, að gefa fólki leyfi til þess að fá bara smá kredd fyrir sínar hugmyndir. Ég meina, hver er skaðinn af því í alvörunni? Þetta er svo klikka hugmyndafræði finnst mér að einhvern veginn stjórnarandstaða megi bara aldrei hafa rétt fyrir sér að eiga neinar góðar hugmyndir af því að þá tapar stjórnin einhvern veginn. Það er, bara, það er þessi nálgun sem þarf að laga, sko. Bara vantar eitthvað sjálfstraust. Já, augljóslega, sko. En ég meina, svo bara miklu virkara samráð og einmitt ef við fáum forseta þingsins sem að væri þetta mjög mikilvægt að hafa dagskrána fyrirsjáanlegri, að þingmenn stjórnarandstöðuna geti undirbúið sig betur og að þeir hafi betri aðgang og upplýsingum úr stjórnsýslunni og ráðherrum. Það er svona nokkur dæmi en þau eru fjölmörgu viðbót. Hvað verður kosningamálið í ár? Hvað segir þú, Andrés? Já, við náttúrulega erum að fara að kynna svona áherslurnar á morgun.
og það er náttúrulega bara alveg í takti það sem við höfum verið að tala síðustu mánuði að það að ná að klára stjórnarskrána á næsta kjörtímabili verður mjög ofarlega hjá okkur. Það að ná fram alvöru aðgerðum gegn loftslagsvánni og bara ná að stýra samfélaginu í átt að velsældarhagkerfinu en ekki þessu gróðadrifna efnahagskerfi sem að er að gera fólk vansælt og að níðast af náttúrunni. Er bara grundvöllurinn að eiginlega öllum stóru vandamálunum í dag. Einmitt, þessar kosningar er kalla og bara þessi barátta og þetta yfirstandandi kjörtímabil sem að klárast núna sýnir okkur svo mikið hvað er mikil þörf á bara nýrri nálgun og nýrri sýn í stjórnmálunum og það sem að við erum að stefna að og sýna fram að þessari kosningabaráttu er að við getum nálgast efnahagsmálin út frá öðru heldur en blindum hagvexti sem er ekki góður fyrir náttúruna, er ekki góður fyrir geðheilsu fólks eða bara velsæld samfélagsins og við getum náð þessum árangri þannig að sko efnahagur eða svona velsæld fólks batnar við það að við draugum úr loftslags útblæstri og hættum þessari endalausu áherslu á hagvöxt vegna þess að hann er grútlélegur mælikvarði á velgengni samfélaga. Höfum ekki tíma fyrir smá spurningar í viðbót, maður sjá. Mér skilst að við höfum smástundu viðbót. Hvaða flokkum getum við starfa með? Já, við höfum svo sem bara tjáð okkur hvaða flokkum við getum ekki hugsað okkur að starfa með og það eru sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og ástæðina fyrir því ætti náttúrulega að vera á öllum frekar augljósara en það má alveg tíundaðir aftur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara sýnt það að þeim er ekki treystandi fyrir völdum vegna þess að þeir koma bara fram með þau eins og einhverja eign og ber ekki virðingu fyrir bara basic svona lýðræðisprinsipum finnst mér og eru allt og gjarnar á að hleypa einhverjum spillingamálum bara svona í gegnum fingur sér. Og miðflokkurinn að því að þeir bara standa gegn öllu sem við stöndum fyrir, þannig að glæta. Það sé fljót afgreitt. Allir aðrir bara fair game, segi ég. Ætlum við að leggja til við aðra framfara sinna að flokka að ganga ekki alls óbundni til kosninga? Nei, ég held ekki sko. En þetta væri, og að þægilegt fyrir kjósendur ef fólk kemur bara hreint til dyranna og segði hvort það væri tilbúið að gefa afslátt af ákveðnum grunn málefnum, af því að það er alveg málefnalega afstaða hjá okkur til dæmis að vil ekki mynda stjórn með sjálfstæðisflokki og miðflokki, vegna þess að við vitum að í loftslagsmálum og í útlendingamálum þá er engin samstagsflötur. Það heldur ekki í vörnum gegn spillingu. Nei, en það eru greinilega ekki allir flokkar þar, fólki finnst gaman að hafa eiga möguleikana. Já, þetta er svona power play, sko, þetta gengur allt út á að hafa alla möguleika opna til þess að geta, já, bara fengið sem mest fram og svona, en ég meina þú sér það að Katrín Jakobsdóttir er farin að tala um að hún geti unnið með Sigmundi Davíð Gunnlaugsson, ég meina hverju maður að treysta þá? Hvaða málefnalegi grunnur er þar? Þetta er bara, við reyndum þetta einu sinni, það tókst ekki vel, það hefur ekki verið hljómgrunni fyrir því að hinga til að fara í eitthvað málefni samstarf eitthvað svoleiðis fyrir kosningar. Ég vonast alveg til þess að okkur takist að breyta þessari menningu en ég veit bara að það er ekki stemning fyrir þessu núna. Fólk veit bara hvað við viljum og við höfum alltaf staðið við það. Það er aðalatriðið. Hvaða málefni verða á nýju kjörtímabili sem engin afsláttur verður gefin af? Er það ekki bara þessi sömu aftur? Við viljum nýja stjórnarskrá. Við viljum alvöru aðgerðir í loftslagsmálum. Og afglæpavæðing og skaðaminkum verði að segja er þú svona nálægt í að klárast? Já. Það vantar bara Pírata í ríkisstjórn til að klára. Og síðan sko, það líka bara herslumun með spillingavarnir. Já. Það þarf bara aðeins að bólstra eftirlitsapparati þar og þá erum við bara komin á allt annan stað. Já, þetta er svona, það er eitthvað búið að setja svona og afsaka ég sletti, ég nú búin að sletta alls smá en það er búið að setja svona half-assed reglur einhvern veginn en það er samt ekki til nóg til að fylgja þeim eftir og það eru svona, já, eftirlit við skulum ekki hafa það of sjálfstætt höfum eftirliti með því hvort að fólk í stjórnarráðinu sé að fylgja einhverjum reglum bara hjá stjórnarráðinu og ekki hjá einhverjum sjálfstæðum aðilum og eitthvað svona vesen, þú veist, sem getur mögulega leitt að sér einhver alvöru niðurstöður
Já, þannig að þegar kemur að spillingavörnunum, það er alveg rétt hjá þér að vantar herslumuninn, en það vantar líka alveg bara svona svolítið skýra sín á að fara af stað í þetta og gefa þessum eftirlitsstofnunum sem við höfum bæði verkfæri og fjármagn og starfsfólk til þess að geta sinni vinnu sem er mjög mikilvægt fyrir samfélagið. Og þannig að vantar ekkit herslumuninn bara út af einhverju tilviljun heldur að því að þannig hefur kerfið verið smíðað. Það er það sem að ég vildi sagt hafa, Andrés, að tilgangurinn er að þetta virki ekki. Þetta var nú gott dæmi í dag, það var að koma eitthvað að Bjarni Ben, hann hafði ekki skrifað leiðbenningar eitthvað og það svona, það var ársreikningar fyrirtæki eru skildug til þess að skila inn ársreikningum og þá var hægt að leysa þið bara upp ef þau gera það ekki í einhvern x tíma og alveg frá því 2016 hefur Bjarni Ben átt að skrifa leiðbenningar hvernig það skildi gert. Það hefur semst ekki verið hægt að leysa upp neinn fyrirtæki af því að hann bara er búin að gleyma að gera það síðan 2016. Já, merkilegt. Það er mjög hentugt fyrir Samherja sem erum ekki búin að skila ársreikningi í svona tíma. Kannski þægilegt þegar núna orðin opin aðgangur að ársreikningaskrá og svona. Það þurfum við ekki endilega að skila það og það er engar hræðilegar afleiðingar, 600.000 kall í verstafalli. Ég veit ekki hvort að það hefur verið notað eins og þetta svartar ákvæði, ég veit það ekki. Það er allavega ekki hægt að leysa upp þessi fyrirtæki, svo mikið ég víst, ekki meðan Bjarni Ben er í fjármálaráðuneytinu. Hvað er þið fyrsta máli sem Píratar myndi leggja fram með komast í ríkisstjórn eftir næstu kosningar? Ég vil nú ekki lofa neinu hvað það varðar, en þú veist, er það ekki afglæpavæðingi bara af því að það er búið að gera þetta er búið að fara í gegnum allt, þú veist. En ég meina fyrsta málið er auðvitað fjárlög, skilur, svo ég sé nú formalisti hérna, þá verðum við að leggja fram fjárlögin fyrst, sko. Það er bara þannig. En það er hægt að gera helling með þeim. Já, heldur betur. Alls konar flott sem er hægt að bæta þar. Svo... En sko afglæpavæðingin er eitthvað sem við hefum að geta klára fyrir áramót. Já, ég heldur lofa að gera ári bara svona ef við skildum lenda í einhverjum miðflokki eða eitthvað. Svo mikil pólitíkus. En mér finnst allavega vera mjög raunhæft að klára það ári. Stefnum að því. Já, ég segi það. Borgaralaun, var þau fremst á dagskrá eða ekki? Ég mun ekki segja þessi fremst á dagskrá, en sko hugmyndafræðin sem er að baki borgaralauna er fremst á dagskrá í velseldarsamfélaginu, í stefninu okkar þegar kemur að velferðarkerfinu og í því sem að við vitum að er svona varðarleiðina til þess að bregðast við loftslagsvanni og í nýsköpunarstefninu okkar og öllu þessu, hugmyndafræðin er þar að fólk eigi að geta athafna sig, að fólk eigi að hafa frelsi til þess að gera hvað sem það vill, á þess að hafa áhyggjur af sínum eigin fjárhag, hvort það komið stað, hvort það hafa hús yfir höfuð og svo framvegis, sko. Þannig að við stefnum þangað, en þetta er náttúrulega svakaleg kerfisbreyting, við erum ekki að fara að breyta því bara á einni nóttu, það væri óraunhæft að segja það. Andrés. Allir flokkar þyrftu að fá vinnustaðarsálfræðingi heimsókn og allir þingmenn ætti að vera í handleiðslu, bara reglulega. Það borgar sig að fá bara góð ráð einhvern veginn í lífinu, svona hvernig maður að díla við þetta. Já, við erum ekki alltaf að spegla sko uppákomur í vinnunni við fólk sem er jafn tjúlað og æst og við sjálf, heldur bara situr á einhverju skrifstofu út í bæ og getur gefa okkur almennileg ráð. Ég ætla bara að segja, það þingfólk sem ekki er í handleiðslu, það er bara tifandi tímasprengja. Já, ég meina það getur verið svo vond stemning, vinnustaðamenning inn á þingi, við sáum hvað var hátt hlutfall, 40%, þetta var eitthvað svona fárlega hátt hlutfall þingmanna sem sögðast hafa orðið fyrir einelti. Já. Og ég veit alveg að fólk er ekkert sérstaklega vel við þingmenn og finnst þetta einhvern veginn bara svona whatever, en ég meina á hvaða vinnustað annars staðar væri það bara í lagi að fjórðungur fólksins sem að vinna þar upplifi bara einelti og áreiti. Já, en þetta er líka máli, þetta er vinnustaði sem að gengur bókstaflega út að við séum í átökum við hvert annað. Þannig að það er rosalega auðvelt fyrir fólk að fara yfir strikið og á svona vinnustað auðvitað á fólk að vera með eitthvað batteri utan sig. Já, eitthvað aðstöðlega að hjálpa sér bara svona að allir flokkar og allir einstaklingar. Hvar eru mörkin, hversu langt maður í ganga og hvenær er ég bara að vera algjör vibbi. Já. Nú, hver er forsætisráðherra efni Pírata? Já, það er skott á sig snaflaus. Nei, ég er að djóka. Ég veit ekki, við erum ekki komið með forsætisráðherra efni Pírata. Hvað getum við gert til að endurheimta orðstýr okkar sem samanstafn af rugludöldum? Ég held að þess að sé beintið þín, Andrés. Já, erum við ekki alltaf að því?
mér finnst sko Ég held að Helgi, hann vilji að við séum sama safn af rugludallum í augum þess. Ég held að brandarinn sé sá. Ég las þetta vitlaust hjá hann. Já, sko, við ættum kannski bara að fá Helga til að hérna, mæta reglu á þingflokksfundi og afrugla okkur. Ég meina, Andrés held þetta fyrir hálfa ári síðan. Ég vissum að það fullt af fólki sem heldur þetta ennþá. Ég held að við þurfum ekkert að endurheimta neitt. Þetta fer bara eftir í hvaðan það kemur, hvað heldur okkur. En þetta kannski, sko, já, ég kannski að nota orðið rugludallar yfir það að fólk hefur svo gjarnan litið á Pírata sem óstjórntækan hóp, fólk sem að sko getur ekki sest í valdastóla, en það er dellan. Og það sýna okkur það svo vel fulltrúarnir í borginni að það er bara ekkert mál fyrir Pírata að vera í meirihluta og stýra hlutum dálítið vel. Og þingflokkurinn alltaf sýnir það vel þó að við njótum ekki alltaf sannmælis að við fungerum bara mjög vel í að ná árangriðin á þingi þó við séum við í minnihluta. Og það er bara fínt að vinna með okkur. Já, ég lofa bara mjög gott. Herra, þetta var loka spurningin hjá okkur í dag á þessum fína aðalfundi sem að heldur áfram á morgun, en þetta er allavega lokapunkturinn hjá okkur Andrési og við bara þökkum fyrir okkur. Já, takk. Já, við þökkum Þórhildi Sunnu og Andrés Inga kærlega fyrir. Þau hafa aldeilis staðið sig vel og yfirstandandi kjörtímabili og munu eflaust standa sig enn betur á því næsta eftir atvikum sem ráðherrar ef Guð lofar. Nú, þessi fyrsti dagur aðalfundar er að kveldi kominn og við ætlum að fara að kveðja ykkur. Við minnum á það að kosningar eru hafnar inn á x.piratar.is þar sem að framfer kosning vegna embætta í innra starfi hjá okkur og endilega að taka þátt. Þeim er betri þáttaka því betra. En annars þökkum við kærlega fyrir daginn og hlökkum til að sjá okkur aftur á morgun. Bless, bless.